Sveindís 2-0 tap á móti Frökkum inn á heimavelli. Hvernig líður bara svona beint eftir leik? Bara leiðilegt að tapa, alltaf leiðilegt. Hefum getað gert betur í fyrri hálfleik og fáum á okkur 2 bara skítamörk eiginlega, sko. Mér fannst við geta gert betur í mörkunum og allavega reynt að ná að halda hreinu og kannski hefum getað sett eitthvað marki í fyrri. Svo segir hefði getað sett marki fyrir þig, fáið fullt af góðum stöðum og góðum færum og kannski hefði mátt nýta vindinn betur og ná inn marki áður en þið farið svo að spila á móti vindinum. Já, ég myndi kannski ekki segja fullt af færum en við fengum færi til þess að skora, sko, og hefði mátt gera betur í þeim færum sem við fengum. En já, þetta er bara eitthvað sem við þurfum að gera betur í næsta leik. Spilum æfingarleik fyrir EM og við ætlum auðvitað að gera betur þar. Frakkan svona svolítið að láta sér þetta og fá ódýrar aukaspyrnur. Var ekkert pirrandi að vera spila á móti þeim? Jú, þetta er bara eitthvað sem við getum ekki stjórnað. Dómarinn bara dæmir á allt sem að þær vilja, sko, og kannski var svolítið mikið að dæma á okkur en við fengum ekkert á móti, þannig að þetta er eitthvað sem við getum ekki stjórnað og þurfum bara að vera bara klókar og geta tekið á móti þessu. Þetta gerist stundum fyrir okkur að við spilum á móti stærri liðum og það er oftast fleiri aukaspyrnur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að geta gert og tekið á móti. Þú veist að spila þinn 50. landsleik í kvöld, ekki satt? Jú. Hvernig bara svona tilfinningin að vera komin 50 landsleiki og Bara geggjuð, þetta er alltaf gaman að spila landsleiki. Leiðilegt að vinna ekki 50. leikin en það eru fleiri leikir sem ég mun spila og þeir verða vonandi bara betri. Þá eitt leik á móti Serbíu áður en þið farið á EM, hvernig leggst bara svona framhaldið í þig? Maður er bara ótrúlega spenntir. Við erum farin að hugsa bara um EM núna, getum sett þetta verkefni til hliðar og bara, það er margt sem við getum byggt ofan á og eftir þetta verkefni gerum vel á móti Noregi og það sýnar okkur bara að við getum gert virkilega góða hluti á EM. Takk fyrir þetta og gangið vel. Takk.